og sæl, kæru hlustendur og veriði hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Í þætti dagsins þá fékk ég í spjall til mín hana Ragnhildi Steinunni Jónsdóttur sem er ein öflugasta sjónvarps- og dagskrárgerðarkona landsins og hefur starfað í sjónvarpi eða hjá RÚV í yfir 20 ár á einn eða annan hátt. Hún er einnig framleiðandi og þegar þessi þáttur fyrir loftið þá er nýbúið að frumsýna heimildarmyndina Takk Vigdís Vigdísi Finnbogadóttur fyrrum forseta Íslands og mér langar svo að hvetja ykkur öll til þess að horfa á þann þátt ef þið sáu hana, ef þið hafi ekki séð hann nú þegar. En áður en við förum í þetta skemmtilega spjall lífið og tilveruna þá langar mig auðvitað að þakka samstarfsaðilunum mínum sem að gera mér kleift að halda þessu hlaðvarpi gangandi. En það er Heilsuhyllan og mér langar að nefna að á Instagram síðu minni er í gangi gjafaleikur. Þar sem að þú getur unnið vörur frá Nutrileng, en það eru vörur sem ég hef sjálf mikið notað síðasta árið og þetta er vinsalasta og mest selda liðbætiefni á Íslandi og virkar sem byggingarefni fyrir brjósk og viðheldur eðlilegum beinum. Það er bæði til í töfluformi, Nutrileng Gold og Nutrileng Active og svo er til Nutrileng Gel sem að virka kælandi og slakandi fyrir liði og vöðva og ég nota á hnén á mér fyrir krefjandi æfingu. Mér langar bara að hvetja þetta til þess að fara yfir á Heilsuerla Instagram og þar ætlum við að gefa, eða Heilsuhyllan sem sagt, ætlar að gefa 2 heppnum fylgjendum vörur frá Nutrileng, eða gjafapakka frá Nutrileng 1. nóvember. Þannig að ef þú ert að hlusta fyrir 1. nóvember 2025, þá skal þið skella þér og taka þátt í gjafaleiknum. Eina sem þú þarft að gera er í raun og veru bara að fylgja Heilsuerlu og Nutrileng liðstyrk á Instagram og tagga vini eða vini í athugasemdum. Og sá sem verður dregin út fær vinningin og líka sá sem hann taggar. Þannig að talandum því mismælti minn næstu að gefa bréf að þín fegur snyrtistofa í firðinum í Hafnarfirði selur gjafabréf sem er tilvalin jólagjöf af því að nú eru bara innan við 2 mánuðir til jóla og það er alltaf gott að vera bara svolítið tímalega í þessu. Og gjafabréf er alltaf alveg dásamleg gjöf og þá getur viðkomandi valið sér ein af þeirra dásamlegu meðferðum, þannig hjá þín fegurð snyrtistofu. Svo er það Virkja sem er 3. samstarfsaðili minn og Virkja fyrir ykkur sem eru ný að hlusta á hlaðvarpið er markþjálfunar skóli. Ég lauk sjálf námið þar í vor og ég get ekki mælt meira með þessum skóla því að hann hjálpaði mér einhvern veginn að finna hugrekki mitt og myndi mig á það að ég hef val hvert ég beini athygli minni en ég get ekki gert það nema með því að vera í meðvitund. Þannig ég er mun meðvitaðri sjálfa mig og allt í kringum mig, tek betri ákvarðanir og bara sit betur í sjálfra mér. Þannig ég get ekki mælt meira með þessum skóla og kíkið bara á virkja.is ef að þið hafi áhuga að skoða hvað þetta er og það er hægt að fá fría 20 mínútna kynningu á náminu ef þú ert spennt eða spenntur fyrir því og ég veit að næsta nám hefst í janúar 2026. Og að lokum er það Spíran og Spíran er náttúrulega bara dásamlegur og hlýlegur veitingastaður í Garðheimum og nú er hægt að taka veisluna með heim fyrir 6 manns eða fleiri og það er bara að panta með 24 klukkstunda fyrirvara. Og að sjálfsögðu er heilsusalat Heilsuerlu í þessum dásamlega matseli sem hægt er að taka heim. Þannig að mér langar að hvetja ykkur til þess að kíkja á spiran.is fyrir ykkur sem eru áhugasöm. En þá ætlum við bara að vinda okkur í spjall dagsins. Ég vona að þið hafi jafn gaman að og ég. Og það er svo skemmtilegt að spjalla við fólk sem hefur brennandi áhuga á því sem það er að gera. Og ég er nokkuð viss að það að vera á réttri hillu í lífinu, það hjálpar til við að halda heilsunni góðri.
dag hjá mér Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir sem ég reyndar þekkti alltaf bara sem Steinunni. Einhverju sem kallaði ennþá bara Steinunn? Já, sko ég svolítið kölluð Steinunn af svona vinum mínu frá því ég bjó í Keflavík. Svo eftir ég flutti til Reykjavíkur, þá fór ég svolítið að nota Ragnhildarnafnið vegna þess að mamma mín notaði það og hún farin frá okkur. Þannig að þá fór ég að nota það ennþá meira. Og núna geng ég undir alls konar nöfnum. Ragnhildur Steinunn og Steinunn. Ég svara öllu. En þú ert náttúrulega bara einn öflugasta sjónvarpskona landsins. Ég sagði að þú varst að fá tilnefningu til, heitir það sjónvarpsmanneskja ársins? Já. Það verið sem sagt, sjónvarpsverðlaunin veitt núna í fyrsta sinn fyrir árið 2023 og 2024. Og ég er bara ótrúlega heppin. Ég fekk bæði tilnefningar til sjónvarpsmanneskju ársins fyrir bæði árin og fyrir þættinu mína Tvíburar og svo fyrir heimildaþáttu mín Þríburar. Þannig ég er bara alsæl, sko. Er það ekki? Jú. Já, ég held að flestir þekki nú andlitið þitt af skjánum. En hvernig myndið þú lýsa sjálfur þér? Hver er Ragnhildur Steinunn? Ég er, myndi ég segja, mjög metnaðarfull, tilfinningarík, hörkudugleg, en alveg svakalega þrjósk. Þannig að þetta er svona það sem kemur fyrst upp í hugan. Já, það hefur kannski komið þér svona langt, þessi þrjóska. Já, ætli það ekki. Bara þrjóskan og dugnaðurinn. Ég hef alltaf þurft að hafa fyrir mínu. Ég hef aldrei fengið neitt upp í hendurnar. Er alin upp bara af einstæðum föður frá 7 ára aldri. Og hef einhvern veginn bara lært að snemma að bara ef maður ætla sér eitthvað þá er það undir manni sjálfum að mestu komið. Þannig að það hefur svolítið bara verið svona mitt veganesti. Og þú missir móður þín úr krabbameini, eða ekki? Jú. 7 ára. Já. Manstu vel eftir henni? Mér finnst þetta svolítið erfið spurning vegna þess að maður fer ekki alveg að gera greinamun á raunverulegum minningum og minningum sem maður býr til út frá myndum og svona. Nei, mitt. Þannig að mér finnst stundum alveg pínu skrítið þegar ég hitti fólk sem ég þekki ekki og það fer að segja mér frá henni og svona þá stundum finnst mér það að vera að segja mér eitthvað sem ég veit ekki. En auðvitað heldum maður í eitthvað svona minningar sem að maður man, en ég er auðvitað mjög lítil þetta gerist og svo líka bara svona hvernig kannski maður vinnur úr sorginni að þá kannski svona allavega, svona síðustu mánuðina hennar og svona, ég held að ég hafi svolítið svona bara einhvern veginn lokað á það. Þannig að en maður heldur í þetta hlýja sem maður á til. Já, það er fallegt. Já. En að alast upp svona með einstæðum föður, hvaða áhrif hefur það haft á þig, heldurðu? Ég er til dæmis mjög góð hárgreiðslukona. Lærði snemma að þurfa að fletta mig sjálf og gera fastar fléttur fyrir fimleikamót og allt það. En pabbi var náttúrulega útivinnandi og vann í álverinu í Straumsvík eins og hét þá, þannig að hann, og við byggum í Keflavík, þannig að hann var náttúrulega mikið fjarverandi, þannig að ég lærði mjög fljótt að bjarga mig sjálf og ég held að kannski þegar ég tala að mér finnst ég dugleg, ég held að það komi bara þaðan að mér var ekkert þjónustað alveg og skuttlað hingað og þangað og smurt honum í nesti eða neitt annað, þetta er bara svona hluti sem maður græði sjálfur. Þannig að ég held að það er svona kannski, það er svona það fyrsta sem kemur upp í huga minn þegar ég spurði því hvernig var að alast upp hjá einstæðum föður. En hann stóð svo ótrúlega vel finnst mér. Mjög flottur pabbi. Og ég man fyrst eftir þér úr fimleikunum. Við vorum nú að keppa saman. Já, passar. Vorum með þessi einhverju landsliðsúrtaki og einhverju svona. Einmitt. Fyrir mjög mörgum árum. Já, algjörlega. Einmitt. Ég var sko alltaf í körfubolta í Keflavík. Körfubolta? Og var nokkuð efnileg sko. Og síðan voru vinkonur mínar, bestu vinkonur mínar, Berglind og Bryndís, þær voru sem sagt að æfa fimleika. Og þegar ég er 10 ára þá ákvað ég að prófa að mæta æfingar. Ég var náttúrulega miklu lélegri en þær og ég man sérstaklega eftir ég var svo stirð. Þær voru náttúrulega sérstaklega Bryndís alveg svakalega liðug og fim og svona. Og það kannski líka sýnir svona þrjóskun í mér vegna þess að ég mætti alltaf ein á laugardögum á æfingar að teygja.
og það allavega skilaði mér í einmitt landsins úrtakið og einhverja titla og svona, þannig að þetta kom allt með kalda vatninu. En fimmleikarnir voru mjög stór hluti af lífið mínu bara lengi vel og mér fannst þeir ótrúlega skemmtilegir og kenndi manni líka bara annan sjálfsaga og það að maður uppsker eins og maður sáir. Fimmleikarnir eru svo mikið nákvæmnisíþrótt að maður læri það fljótt einhvern veginn að ef maður æfir sig ekki að þá gerist ekki neitt. Og líka einstaklingsíþrótt, þannig að það þarf svona að stóla sjálfan sig ekki aðra. Já, þannig að mér fannst það mjög skemmtilegu tími, en aðstæðurnar í Keflavík voru náttúrulega ekki upp á marga fiska. Það var engin svokölluð gryfja eins og kannski sumir kannast við í dag sem eru svona svampar sem þú lendir í þegar þú æfa nýjar æfingar og við vorum bara með svolítið svona harðar dýnur. Þetta var ákveðið svona áhættu atriði á hverju æfingu þegar maður var að prófa eitthvað nýtt. En sem betur fer þá komist þau nú allar í gegnum þetta. Nákvæmlega, nei, einmitt, það ekkert allir með sömu aðstöðu og kannski einmitt þurftu þið bara að hafa ennþá meira fyrir þessu. Já, og ég man sko tíma þá keyrðum við alltaf á sunnudögum og æfðum í Björkunum til þess að komast í þessa svampa, þessa gryfju til þess að æfa nýjar æfingar. Og það var farið í öllum veðrum, þú veist, það var blindbylur á Reykjanesbrautinni og forrættararnir, þú veist, þurfti að bæði að skiptast á að sækja okkur, stundum fórum við með rútu og eitthvað svona. Þannig að en mér veist þetta líka bara svona sjarmerandi tími að, þú veist, það var ekkert allt til alls og það þurfti bara einhvern veginn að hugsa í lausnum og hvað hægt að gera og þá bar maður líka kannski bara ennþá meiri virðingu fyrir þeim æfingum sem maður fekk í almennilegri aðstöðu, þú veist. Þannig að þetta var ótrúlega skemmtilegt og mér finnst maður búa að þessum fimmleikagrunni bara alla ævi. Ég algjörlega sammála því. Já. Líkamlega og andlega. Já, algjörlega. Mér finnst það bara einmitt, bæði þegar ég gekk með börnin mín og verða ólétt af tvíburum og allt þetta, bara þessi líkamlegu styrkur sem maður hafði og bara að beita sér rétt og allt þetta. Mér finnst þetta bara alveg svaklega góður grunnur. Og svo ferðu yfir í dans, eða ekki? Eða eitthvað svona úr fimmleikunum? Jú, passar. Ég fór eiginlega á eitthvað svona dansnámskeið hjá Jasmín Olsen. Hún kom sem sagt til Keflavíkur, var með eitthvað dansnámskeið í eitthvað svona líkamsræktarstöð og hún sá eitthvað í mér. Ég segi stundum að Jasmín hafi uppgötvað mig, sem er svolítið svona krúttlegt vegna þess að já, ég var þessum tíma bara að æfa fimmleika og var einhvern veginn ekkert þú veist, hugsaði aldrei að ég myndi vera eitthvað starf á sviði eða hvað þá vinna í sjónvarpi eða neitt þannig. En hún svona sá eitthvað í mér og hún bauð mér að koma að dansa með sér í svona alls konar sýningum. Hún var náttúrulega þá fullu bæði með einhverja danssýningar og sjálf að syngja og var að ferðast landið inn í svo kallari bylgjulest og eitthvað. Þannig að ég fór með henni og þannig bara einhvern veginn byrjaði boltinn svolítið að rúlla. Ég fekk að dansa með Jasmín og áður en ég vissi var hún fann að hvetja mig að fara í einhverja leiklistapröfur og svo var ég komin í eitthvað leikrit í Smáralindinni og því næst var ljósamaðurinn þar að segja mér að fara í einhverja sjónvarpspröfu fyrir unglingaþátt og ég fór í hana og allt í einu. Já, ég man eftir því, Ópið, já. Þá var ég einhvern veginn allt í einu bara fann að vinna í sjónvarpi og ég mani mitt að í þessum pröfum þá átti maður bæði að gera eitthvað svona óvænt og ég gerði töfrabragð sem er rosalega lúðalegt. Og svo átti maður líka að taka viðtal og við tókum viðtal við Jóhönnu Vigdísi fréttaþul. Og þetta sýnir kannski líka bara, ég vissi ekkert hvað hún var. Nei. Ég hafði bara ekkert verið að fylgjast með fréttum. Ég var bara algjör íþróttastelpa sem bara elskaði, að lesa bækurnar mínir í skólanum og æfa fram á kvöld og bara, ég var ekkert að fylgjast með fréttum. Þannig en ég einhvern veginn greinilega komst í gegnum þetta og fekk þetta stjórnanda hlutverk. Svo fór boltinn að rúlla heldur betur. Já. Svo bara einhvern veginn fer þetta alltaf að gerast. Svo ég búin að vera einn vetur í Ópunu. Þá ákveðið að búa til svona stóran magasín þátt og sem þá Kastljósið. Það átti að vera inni með svona menning og umræður og mannlíf og allt þetta og ég fer þangað yfir og þá fæ ég náttúrulega að takast á við fullt af fjölbreyttum verkefnum. En á sama tíma var ég náttúrulega líka komin í háskólanám, ætlaði að vera sjúkraþjálfari. Þannig að þetta var svona pínu flókin tími því að ég var svona að reyna að djögla því að vera í 100% starfi í Kastljósinu en vera líka í fullu háskólanámi. Hvernig gekk það?
Heyrðu, ég skil ekki ennþá hvernig ég gerði þetta, en ég fæ í alvörinu stundum ennþá svona martraðir að, þú veist, ég sé að fara í próf og sé ekki búin að ná að læra. En þarna, þetta var svolítið erfitt sérstaklega lokaárið vegna þess að þá var verknám í háskólanum og þá vorum við að bæði að vinna inn á spítölum og ég var á Reykjalundi og svona, þannig að þá var þetta rosalega mikið djögl. En en ég bara mætti líka skilning á vinnustanum og þetta bara einhvern veginn gekk upp. Ég útskrifaðist og var samt áfram í sjónvarpinu og ég hef nú oft sagt frá þessu áður, mér varst alltaf svo fyndið, þá var ég komin í söngvakeppnina svona líka og svo var ég í verknámi á Landspítalanum og það var svona nokkru sem sögðu alltaf þú ert svo líkinni þannig Ragnhildi Steinunni sem með þessa söngvakeppni, þið gætu verið systur. Og ég sagði aldrei neitt. Ég var alltaf bara, já, einmitt, og hvernig finnst þér hún standa sig? En ég sagði aldrei fólki að þetta væri ég, sko. Og já, þannig að þetta bara einhvern veginn gekk upp og þarna maður náttúrulega bara, þú veist, engin börn og ég þurfti bara að hugsa rassinn á sjálfur í mér, sko, og gat bara einmitt bara lært seint á kvöldin eða, þú veist, kláraði einhver vinnumál til miðnættis og eitthvað. Þannig að þetta bara var alveg skemmtilegur tími. En hefur þá nýtt þér þetta sjúkraþjálfarnám eitthvað? Já, veist það, ég myndi segja það. Vegna þess að, þú veist, maður lærir svo margt í þessu námi. Þú veist, bæði bara öll líffærafræðin sem hefur bara nýst mér bæði til dæmis bara við gerð tvíbura og alls konar viðtöl sem ég teki að þá, þú veist, þekki ég það út og inn. Og svo líka bara þetta að nálgast fólk. Og það náttúrulega líka það sem maður lærir í náminu bara hvernig á að tala við sjúklinga, hvernig á maður að fá þá til þess að segja manni hvað maður að og hvernig þeim líður betur og að hvað toga vandamálin eru. Þannig ég held að það hafi alveg nýst mér í bara svona viðtalstækni. Þannig já, þetta var ekki til einskis. Nei, náminn alltaf aldrei til einskis, en svona þetta bara allt annað vettvangur. Já, algjörlega. En ég held að sé líka bara kostur að vera með bara svolítið svona breiðan grunn og hafa prófað alls konar. Og ég segi þetta við börnin mín, þú veist, að bara ég vil að þau prófi sem flestar sumarvinnur. Prófaði að vera í afgreiðslustarfi, þú veist, prófaði að vinna erfiðisvinnu, prófaði að vinna nákvæmnisvinnu, þú veist, vegna þess að það bara svo hollt og gott að fá innsýn í sem flest. Einmitt. En talandi börnin, þú átt nokkur? Já, ég á 4 börn. Já. Þannig að það finnst mér líka alltaf jafn skrítið út af því að ég var náttúrulega bara alin upp sem einbirni þangað til ég eignaðist hálfsystur fyrir 18 árum síðan og þannig að ég hafði svo sem aldrei eitthvað ímyndað mér að ég myndi eignast mörg börn. En svo bara, er bara svo dásamlegt að eiga fjölskyldu og svo fengum við náttúrulega sko einegja tvíbura í bónus, þannig að þá svona margfaldaðist allt svolítið, þannig að ég er bara ótrúlega þakklátt fyrir börnin mín og fjölskylduna og ekki síður vinina sem ég á, því ég á alveg bara ótrúlega bara breiðan og góðan vinahóp og mér finnst það bara vera líka rosalega dýrmætt. Ég heyrði mitt eitthvað viðtal við þess að tala að þetta hafði nú verið pínu sjokk að þegar kom í ljós að þetta voru tvíburar þegar átti 2 börn fyrir. Það hafði verið pínu svona. Já, veistu það, ég held að ég hafi eiginlega bara svona eftir á að hyggja verið í hálfgerðu taugaáfalli, sko. Því að við vorum svona, ég eignast 1 barn til viðbótar og líka vegna þess að ég fór í sónar og þá sást ekkert fóstur, ég held að ég var með utanlegsfóstur og þá átti ég að fara í aðgerð til að taka þetta utanlegsfóstur og áður en aðgerð fyrir fram fer ég aftur í skoðun og þá kom í ljós þetta eru 2. Þannig að ég fekk það á heilandi að vera fleiri en 2 kannski, baði mig að fara aftur í skoðun, þannig að þetta var algjör rússíbani. Og líka bara svona helltist yfir mig ákveðin sektarkennd gagnvart hinum börnunum mínum, myndi ég hafa tíma fyrir þau, gæti ég sinnt þeim nógu vel og bara einmitt bara hormónarúss, sko, myndi ég segja. En örugglega bara svo eðlilega tilfinningar, það er bara svo gott að segja þetta upp á þetta, því ég held að margir sem eru að hlusta hafa upplifað þetta. Ég veit. Hvort sem eru ólíktir af einu barni eða 2. Þú veist, ef það er ekki það sem maður átti von á, þá kannski bara fara hugsanirnar á flug. Ég veit það og ég held einmitt að það er svo mikilvægt að bara átta sig á því þegar maður eignast börn að það koma bara alls konar tilfinningar. Og allt í einu maður líka bara komin í eitthvað svona stöðu að maður bara getur ekkert stýrt hlutunum, maður er bara komin með einhverja einstaklinga sem bara verða að fá að dafna sem bara þeir sjálfir. Og þetta er bara eitthvað svona allt annað ferli sem maður fer inn í og maður þarf svolítið líka bara, þú veist, að læra að sleppa og treysta og allt þetta. Akkurat. Þannig að mjög skemmtilegt.
það alveg fín lína að vera foreldri, þú veist, hvenær maður sko ekki of stjórnsamur en hvenær maður vil heldur ekki vera undanlátssamur, skilur við, þetta alveg. Þetta nefnilega bara ótrúlega vandasamt verk og maður líka bara að passa sig, eins og ég nefndi líka, að vera ekki að ofþjónusta, þú veist, og að láta þau, þú veist, að reyna efla þessa siglu í börnum, að þau gefist ekki upp, að þau berjast fyrir sínu og þú veist, séu dugleg. Ég eiginlega bara, þú veist, mér finnst eiginlega ekkert leiðilegra og meira fráhrindandi en fólk sem ekki duglegt. Mér finnst það bara alveg svakalega ósjarmerandi þegar fólk latt. Þú veist, þannig að þetta svona einmitt, þessi, kannski klísjan, þessi gullni meðvegur, þú veist, að vera hlýtt og gott foreldri og leiðbeina en reyna ekki að stýra. Einmitt. En nú að því að, sko, mér finnst bara, maður heyrir á hverjum einasta degi næstu einhvern sem hefur lent í örmögnun eða kulnun, af því að samfélagið bara eins og það einhvern veginn, ekki hannað fyrir, við erum ekki hönnuð fyrir þetta samfélag, kannski bróða þannig. En þá kannski svolítið fín lína, þú veist, hvenær maður latur og hvenær maður ofduglegur, eða skilurðu, hvað myndirðu segja, hvernig finnum við þennan meðalveg sem varstu að tala um? Já, sko, auðvitað þurfum við, þú veist, öll að setja okkur eitthvað mörk og þessi mörk eru auðvitað bara misjafn meðal einstaklinga, hver mín mörk eru og þú veist, hver þín mörk eru og það aldrei gott að bera sér saman við neitt. Þegar ég að tala um fólk sem latt, þá ég kannski bara að tala um þegar fólk búið að taka sér ákveðin verkefni og gera þau síðan ekki, þú veist, það eitthvað sem finnst mér að vera rosalega svona fráhrindandi. Mér finnst ótrúlega hættulegt þessi svona ímynd ofur konunnar og mér finnst það er svo óþælt, þú veist, þegar fólk að segja það við mig, eitthvað svona, þú ert svo mikið ofur og eitthvað svona, út af því að, þú veist, jú, ég ótrúlega dugleg, en ég líka rosalega meðvituð að passa upp á sjálfum mig vegna þess að ég veit að það engin annar sem mun gera það. Og ég hef alveg, þú veist, fundið fyrir því, ég hef alveg dansað á línunni, þú veist, það hefur verið mikið álag og ég, þú veist, þurfti alveg líka bara að draga smá línu í sandinn líka bara varðandi bara, þú veist, í hvaða ætla ég að eyða orkunum minni utan vinnu, þú veist, bara hvað nærir mig og hvað ekki. Þannig að þú veist, og ég held að þetta bara eitthvað sem að, þú veist, kemur að þessum að það líka bara hlusta á sjálfan sig og einmitt, þú veist, svo bara tímabil í lífinu líka. Maður þarf líka að hafa það í huga. Stundum maður bara á okkur ákveðnu tímabili og þá líka gott að hafa vini í kringu sem skilja það, að lífið alls konar tímabil og bara móðgast ekki þó maður, þú veist, hafi ekki orki að mæta eitthvað eða gera eitthvað, að það sé bara skilningur þar. Svo kemur eitthvað annað tímabil þegar börnin eru flogin úr hreiðrinu og maður til í alla gólftímana eða, þú veist, allt hitt, skilurðu. Þannig að já, ég reynir svolítið svona að hugsa þetta og ég finn eins og hjá sjálfur í mér að það sem skiptir rosalega miklu máli svefninn. Ég verð að sofa vel. Og ég eiginlega bara alltaf farin að sofa 10 á kvöldin. Vel gert. Og líka að hreyfa mig. Bara þó að það sé ekki nema bara göngutúrar eða eitthvað pínulítið. Að það finnst mér bara svona skipta mig rosalega miklu máli. Hvernig hreyfingu stundur bara svona forvitni? Já, sko ég hef bara svona, ef ég tek bara síðustu 20 ár, þá myndi ég segja að bara göngur hafi verið bara svona hreyfing nummer 1 hjá mér. Mér finnst bara æðislegt að fara út að labba. Ég fæ rosalega mikið af hugmyndum. Ég oft bara ekki með neitt í eyrunum, oft ég bara eitthvað að hlusta á vindinn og sjóinn og eitthvað svona. Oft líka bara ef ég eitthvað að díla við eitthvað mál í vinnunni, þá ég kannski bara, ég að klippa eitthvað þátt og ég veit ekki hvernig ég á að raða honum upp eða hvað ætti að koma eftir þessari senu eða hvernig tónlist á ég að hafa þarna undir. Þá finnst mér það bara, ég fer oft bara út að ganga og þá bara svona, ding, heyrðu alveg rétt. Ég nota þarna kommenti við Pál Valls beint á eftir þessu. Þú veist bara eitthvað, þá bara svona alveg raðast svolítið upp fyrir mér. Þannig að, en svo ég og maðurinn minn, við hlaupum svolítið saman og okkur finnst það geggjað, sko. Okkur finnst það þvílík gæðastund að fara út að hlaupa. Og förum þá, þú veist, bara annarkvort oft á morgnana, förum eiginlega, þú veist, alltaf á laugardögum á morgnana. Þá bara leyfum við krökkunum að, þú veist, horfa smá á bíó og skellum okkur út. Og svo ég líka búin að vera í, heitir Barri Fit hjá Dóru Júlíu. Það hefur verið svona eldsnemma á morgnana. Mér finnst það líka æðislegt. Það bara svona heitum, dimmum sal
og henta mér rosa vel, bara svona tónlist og mjúkar hreyfingar og styrkur og liðleiki. Þannig að þetta svona mesta sem að ég hef verið að gera. Svo ég reyndar aðeins byrja í padel, það eitthvað svona tískusport, en ég rosalega léleg og vinkonur mínar elska að segja mér það. Já, eru þið þau sporthúsinu eða? Já, við farum bara, en þú veist, þetta bara, ég bara svona rétt að byrja aðeins í því. Þetta svo flott, ég kíkti þetta geggja flott, eins og maður sé komið til að útláta pínu. Já, en þetta ótrúlega skemmtilegt sport og við vorum einmitt líka vinahópurinn, við vorum saman sem sagt á Spáni í sumar og þá vorum við með padelvöll og líka bara allir krakkarnir geta tekið þátt og hægt að gera alls konar mót og allir spila móti öllum og þannig að þetta líka svona skemmtilegt fjölskyldssport. Þannig að en ég ekki alveg komin í golfið. En það styttist örugglega í það. Já, ég dottinn aðeins í það. Það, já. Það mjög gaman. Einmitt. Þannig að já, mér finnst bara ég er ekki, þú veist, ég er ekkert eitthvað þar að þurfa að vera eitthvað að lyfta eitthvað þungu eða eitthvað svoleiðis. Þú veist, mér finnst bara svona þægilega að gera bara svona, já, bara svona smá styrktaræfingar með liðleika og já, eitthvað svona. Bara eitthvað sem að nærir mig, sko. Já. En þú ert búin að tala aðeins manniðinn og ég hef líka heyrt í öðrum viðtölum, þú talar svo fallega hann og ég heyri bara hvað sambandið ykkar stöðugt og gott eða svona, hvað maður segja, tryggt eða veit ekki hvað lýsingarorð ég nota best. En þið eru búin að vera saman síðan þið voru unglingar. Já, ég bara datt í lukku pottinn, sko. Hann alveg geggjaður og ekki skemmi fyrir, hann náttúrulega menntaður í sálfræði. Þannig að þú veist, ef eitthvað lítil í mig þá ég bara eitthvað, Haukur, getum við að spjalla í kvöld. En já, hann bara algjör peppari og ég bara ótrúlega heppin, sko. Hver þá lykillinn að svona góðu sambandi? Auðvitað, sko, þú veist, ég ætla nú ekki að fara að láta hljóma eins og við séum bara alltaf okkur bleiku skýi, þú veist, auðvitað þetta bara upp og niður og út og suður og allt það, skilur við, þú veist, og ég held að sé bara að tala saman og, þú veist, reyna að hafa gaman, þú veist, og ég mani mig þegar, tvíburarnir, þegar þeir voru nýfæddir, þú veist, þá ákveðum við bara, heyrðu, ok, þú veist, þetta að fara að vera drullu erfitt, við erum að fara að vera þreytt og pirruð og allt það, en eigum við að reyna að hlæja bara að þessu. Og það var svolítið bara svona lykillinn að þegar það var eitthvað erfitt tímabil og við spáum ekki neitt og við litum út eins og haugar og þú veist allt þetta að þá vorum við bara, þú veist, ok, þetta náttúrulega bara svo fyndið að vera í þessari stöðu Haukur, þú veist. Þannig að við bara svona reyndum að nálgast þetta svolítið þar og hlóum bara að þessu tímabili. Og svo reyndar alveg það sem pínu kom mér á óvart þegar eignast tvíbura að, þú veist, þetta aðeins öðruseldi þegar maður með eitt barn og maður kannski fæðingarorlofi, þá var maður kannski, þú veist, var ég að segja honum bara, nei, sofðu þú bara þó ég sé að gefa á nóttinni, menn þú ert að fyrir vinnuna og þú veist, ég bara inn í orlofi og ég vakna bara á gefinni og eitthvað svona. En með tvíbura, þú veist, það þurfa bara báðir að vakna. Það ekkert option á að annars sofi. Þú veist, það þarf bara að ná í bæði börnin, koma báðum á brjóst og láta báða að ropa og eitthvað svona. Þannig að þetta verður svo mikið samvinnuverkefni ennþá meira í rauninni heldur en fannst mér þegar við vorum með einburana okkar. Þannig að já, ég veit það ekki. Þannig að gott að eignast tvíbura. Já, það. Það í alvörinni algjört lottó og ef einhver óléttur af tvíbura núna á ofanda yfir því sem framöndan jú, þetta drullu erfitt og allt það, en þetta eru samt bara forréttindi og að fylgjast með einhvern veginn tveimur einstaklingum, tengjast á þennan hátt og já, sjá allt tvöfalt það sem eftir þetta bara, mér finnst þetta ótrúlega skemmtilegt. Það sko 3 pör af tvíburum í ungbandasundi hjá mig núna. Það? Stundum enginn í langan tíma. Já. Og mjög skemmtilega, allt strákar. Þetta allt einangi. Já, þetta nefnilega alveg magnað, þetta líka eins og með þríburana. Þetta kemur oft svona í törnum, sko. Þannig að, já, mjög skemmtilegt. Já. En að þú veist að segja hann var í sálfræðingur maðurinn, finnst þér alltaf hjálplegt eða stundum óþolandi? Sko, já, mér finnst það bara alltaf hjálplegt. Já. Mér finnst þannig einhvern veginn svona, þú veist bara, já, svona náttúrulega bara með svo mikið jafna að geða og eitthvað, þannig að, nei, hann aldrei eitthvað svona vitni í einhverja fræðinga og eitthvað svona, nei, alls ekki. Mér finnst það bara, já, nýtast honum, en svo náttúrulega, þú veist, hann ekkert að vinna við það, við erum svolítið svona bara alltaf að vinna við eitthvað annað heldur en við erum mentuð í, en nei, við keyptum sem sagt húsgagnaverslun fyrir 2 árum síðan og þá var hann var þá að vinna hjá Sidekick Health sem svona heilsueflandi hugbúnaðarfyrirtæki og hann ákvað sem sagt að segja upp bara vinnunni sinni þar og þegar við fórum í þetta með vinahjónum okkar og við ákveðum bara svona ef við ætlum að fara út í eitthvað
eitthvað svona business, þá viljum við bara að annað okkar verði alveg full force í því. Þannig að hann sem sagt tók það á sig og er bara framkvæmdastýra því verkefni og já, bara er á fullu í því sko. Já. Þannig en sálfræðin nýtist honum örugglega þar sko, líka. Hann er að tala við fólk og reyna að útskýra okkur á hluti og eitthvað. Þannig að þetta er bara, já, það er bara gaman hvernig lífið einhvern veginn leiðir mann í eitthvað svona ólíkar áttir. Þú heldur betur hefur leitt hingað og þangað alls og lýstir í byrjun, bara eitt leitt af öðru hérna. Einmitt, það hefur svolítið verið þannig og svo náttúrulega líka bara, þú veist, það hefur verið svo heppin að fara leik í bíómyndum og þáttum og þetta hefur einhvern veginn, já, þú veist, ég veit það ekki, þetta er bara einhvern veginn, hefur einhvern veginn bara svona eitthvað togað í mann og maður er bara svo þakkláttur fyrir að sko að fólk bara vilji gefa manni séns á eitthvað svona, prófa eitthvað nýtt og gera eitthvað nýtt og eitthvað, þannig að mér finnst það bara geggjað, mér finnst alltaf gaman að gera eitthvað nýtt, aðeins að augra sjálfur mér og prófa eitthvað og við erum ekki bara alveg í fastaforminni, þó ég sæki mjög í öryggið, ég finn það alveg, þú veist, ég meina ég er búin að starfa á RÚV í 20 ár, þannig að það er nú ekki eins og ég sé eitthvað svakalega flippuð. 20 ár? Já, þannig að Og við bara 29? Já, ég bara skildi ekki. Ótrúlega. Vá. Þannig að, já. En er eitthvað verkefni sem að, þú veist, sé sérstaklega svona í uppáhaldi sem þú hefur gert? Þetta er rosalega erfið spurning, það er mörg, en sko, þú veist, tvíburar náttúrulega stendur mér rosalega nærri, vegna þess að það var svolítið svona bara, þú veist, hugmyndin að þeim þáttum kvikna náttúrulega bara þegar ég er ólétt af tvíburum og bæði bara fann ég hvað fólk hafði mikið áhuga á þessu og var að spyrja mig mikið út í alls konar og ég fattaði líka bara að ég vissi ekkert rosa mikið tvíbura, ég hafði aldrei eitthvað velt þessu mikið fyrir mér. Þannig að það stendur mér náttúrulega mjög nærri. En svo gerði ég líka heimildamynd stelpu sem hét Heiða. Ég gefst ekki upp, þar sem ég fylgdi henni eftir í krabbameinsmeðferð og mér þykir líka rosalega vænt það verkefni. Og því miður þá hvatti hún okkur í þessu verkefni en hún var ótrúlega bara svona opin og talaði svo umbúðalaust þessa baráttu sem að mér fannst mjög fallegt og það var svolítið skrítið vegna þess að hún bjó að hluta til líka í Danmörku þannig að við fórum með henni þangað og svo var hún í meðferð þar og var sérst í meðferð á sama spítala og mamma mín hefði verið í meðferð sem var líka svona ákveðið uppgjör fyrir mig. Já. Að fara og heimsækja þennan spítala og vegna þess að við byggum í Danmörku, semst ég og mamma og pabbi þegar mamma greinist. Þannig að þannig að það verkefni á líka alltaf svolítið stóran stað í hjarta mér. En og svo, já, og þríburar og bara það er svo margt. Þú hefur gert svo ótrúlega margt. Ég var að undirbúa með aðeins, sko allir þessi þættir, sjónvarpsþættir sem það er gert, þetta er rosalega mikið og mikið af flottu. Ísþjóðin, Óskarlaug þjóðarinnar, Dans, Laugardalsleik, Já, ég veit það, það er margir búin að ruglast á þessu. Dagsleik, gott kvöld, ég gefst ekki upp, Hæpið, 50 afmæli RÚV, Svefnþættir, Jólavökur, Jólastundin, já, ég get haldið endalaust áfram, sko, þú veist, og svo tvíburar, þríburar á gamansaldri og svo Vigdís, við verðum nú að tala það. Já. Það er ástæðan fyrir mig, ég er búin að ná að hittast. Ég veit það, ég er búin að vera svolítið alveg á fullu, já, ég sem sagt Takk Vigdís er sem sagt heimildaþáttur sem verður sýndur á kvennafrídaginn, 50 ára afmæli kvennafrídagsins, núna sem sagt 24. október og í rauninni kveiknaði þessu hugmynd hjá mér vegna þess að fyrir ári síðan þá var ég í afmælispartí í Vesturbænum og hitti þar Rakel Garðarsdóttur sem er ein framleiðanda Vigdísar þáttana, leiknu þáttareiðarinnar sem sló í gegn á RÚV. Já. Og ég var bara eitthvað að tala við hana og spyrja hana og þá voru þau bara styttist í frumsýningu, átt að frumsýna þættinni í byrjun janúar og ég spyr hana eitthvað, já, er þið ekki með eitthvað svona bak við tjöldin efni og sýna frá hvernig ég gerði þetta allt vegna þess að þetta er náttúrulega, þú veist, periódi efni og mjög erfitt að gera þannig seríur á Íslandi og ég menn að skjóta götumynd sem að, þú veist, lítur allt öðru sér út heldur hún gerir í dag og allt þetta. Og hún segir mér bara, nei, veistu það, við höfum bara ekki budget í að taka neitt behind the scenes efni, við erum bara ekki með neitt. Þannig að ég bara einhvern veginn mæti í vinnuna vikuna eftir og bara
fann bara til ábyrgðar, ég verð bara að gera eitthvað. Þannig að og ég vissi að náttúrulega var ekki til neitt myndefni, þannig að ég byrjaði bara eitthvað svona aðeins að grúska í safninu og hugsaði, heyrðu, ég geri bara svona hlaðvarp bak við tjöldin Vigdís og tek bara viðtöl við sem sagt framleiðenduna og leikstjórana og leikarana og fæ að heyra hvernig þau gerðu þetta. Þannig að ég geri þetta hlaðvarp. Og þegar ég að vinna þetta hlaðvarp þá var ég svolítið að leika mér með að tengja í svona gömul útvarpsbrot með Vigdísi og frá þessum tíma og svona. Þannig að ég sökti mér svolítið í safnefni RÚV sem náttúrulega bara dásamleg gullkista. Og svona við þessa vinnu þá hugsa ég, heyrðu, ég verði eiginlega að gera eitthvað meira. Ég verði eiginlega að vegna þess að leikna þáttaröðin endar náttúrulega bara þegar Vigdís verið forseti og ég spyr Rakel, ætlið að gera eitthvað framhald eða og hún segir að það sé ekki sem sagt, stefnan að gera neitt framhald á leiknu þáttaröðinni. Þannig að ég ákvað að gera sem sagt, upphaflega átti þetta að vera einhverjir 3-4 þættir þar sem ég ætlaði að rýna svolítið í forsetatíð Vigdísar og reyna svona að kynna hennar frá nýju sjónarhorni í gegnum svona hennar samstarfsfólk og vini og fjölskyldu og já, kannski svona aðeins að reyna að sýna þjóðinni hvernig vinkona Vigdís, hvernig mamma hún, hvernig amma hún og hvernig leiðtogi var hún þegar hún leiddi þjóðina í 16 ár. Og ég fer bara með þessa hugmynd til yfirmanns míns, Skarphéðins Guðmundssonar á þeim tíma og hann alveg opaslega naskur og góðar hugmyndir og sagði sjálfsögðu já. Og þannig að svona síðustu mánuði, já, þá ég bara búin að vera á fullu að vinna í þessu. Fekk síðan til liðs við mig Ragnheiði Thorsteinsson sem gerir þetta með mér og við tókum viðtöl við bara yfir 50 viðmælendur og svo var þetta alveg klippi höfuðverkur dauðans. Ég held ég hafi aldrei lent í annarri eins klippuvinnu. Þannig að ég búin að vera að eyða bara síðustu mánuðum í að klippa þetta saman í svona eina heild og já, afraksturinn verði svo sýndur bara hvernig frídaginn og ég bara krossa fingur að fólk verði glatt með útkomuna. En þetta búið að vera ótrúlega skemmtilegt verkefni og bara svo gaman að heyra þessar sögur. Ég auglýsti líka eftir bara sögum frá almenningi, hvort að Vigdís hefði haft áhrif á fólk, hvort að kynni eitthvað skemmtilega sögu, hvort að hefði hitt hana og fekk bara fullt af skemmtilegum sögum og fólk deilir þessu líka með okkur. Hafa hitt Vigdísi bara hvort sem það út í kjörbúð eða þú veist á einhverju listasýningu eða hlustað á viðtal við hana og Vigdís náttúrulega bara hefur haft svo mikil áhrif á okkur og í rauninni bara sjálfsmynd íslensku þjóðarinnar. Svakalega, sko. Þannig að það var mjög skemmtilegt að hnoða þessu saman í svona eina mynd sem klukkutími. Ég endaði á því í staðinn fyrir að taka þetta í 3 mismunandi þætti. Það var svona þjóna efninu betur að hafa þetta bara í einni svona mynd og já, ég bara rosalega spennt. Já, þegar þessi þáttur kemur út þá búið að sýna þetta, myndina. Þannig að það verður spennandi að heyra hvernig fólk tekur því og alveg 100% vel. Það náttúrulega allt sem þú gerir náttúrulega bara ótrúlega vel gert og vandað, sko. Nú fer ég bara hjá mig. Ég allan búin að vanda mig mjög mikið. Ég get alveg sagt fólki það og setja hjartað í þetta svo ekki, minna sér sagt. Og ég held líka að fólk átti sig ekki á hvað mikil vinna að baki. Nei. Hvað myndir þið halda að það væri margir klukkutíma sem að farið í að gera klukkutíma mynd? Sko ég nefnilega held einmitt líka að fólk átti sig ekki á því og ég held þessi kannski líka vegna sko, þú veist, fólk í dagskrárgerð vinnur ótrúlega misjafnt en ég pínu svona framleiðandi alltaf líka í öllum mínum verkefnum, þú veist, ég klippi allt mitt efni sjálf, sem sagt bý til alla söguna og vel alla tónlist sjálf og setja hana undir og svona, þú veist, þannig að það fer alveg rosa mikill tími í þetta en ég hef einhvern veginn sko, mér líður bara alltaf svona, mér líður alltaf pínu sem ég sé með svona pínu listaverk í höndunum og mér finnst svo erfitt að bara láta einhvern annan bara eitthvað, já, þetta er bara eitthvað við þetta er eitthvað viðtöl sem ég tók og klippti þetta bara einhvern veginn. Ég einhvern veginn svona, já, ég alltaf með eitthvað svona bara, eitthvað svona tilfinningu hvernig þetta á að leggjast saman og þú veist, þegar ég í svona, eins og maður minn segir, svona klippi ham út af því að vanalega líka, þá tek ég alltaf svona fyrsta grófklippið, það bara
sko, ef ég fer bara aðeins í svona hvernig ég vinn þetta, eins og þetta, tek ég 50 viðtöl, og byrja ég alltaf fyrst á að stytta hvert og eitt viðtal. Bara svona það sem mér finnst notað úr hverju einu viðtali, þannig að það tekur alltaf bara mjög langan tíma, því að þú veist kannski eitt viðtal sem það er kannski klukkutími eða eitthvað og þú þarf svona hlusta á það og klippa það og eitthvað svona, en þú veist, já, þannig en þau eru ekkert öll klukkutími, en þú veist, ég byrja alltaf á því og svo er ég auðvitað búin að gera handrit, svona dröga handriti að maður fer af stað, en svo hefst svolítið svona tímabil, þú veist, að reyna að púsla sig í eitthvað heild, að reyna að láta þetta make eitthvað sens, að fara úr þessari senu yfir í þetta og eitthvað svona, og það ótrúlega svona, finnst mér alltaf svona krefjandi fasi út af því að þú veist, ég bara með þetta á heilanum og ég man hvert einasta orð sem allir sögðu í öllum viðtölum og maður þarf svolítið að fá þetta eins og ég segi inn í kerfið til þess að geta búið til uppskriftina vegna þess að þú veist, þegar maður síðan að klippa þá man ég bara ef mér vantar bara þetta nákvæmlega bara eina setningu þetta, þá veit ég bara það í þessu viðtali, hann segir það þennan hátt og það passar nákvæmlega hérna inn. Og manstu það bara? Já, alveg bara, og þú veist, ég myndi að hlæja því núna eins og í Takk Vigdís að ég sko get eiginlega þulið allan þáttinn upp, bara orð frá orði, bara, þú veist, ég get bara mæmað allan þáttinn eða, já, lesa hann hvað maður segir. En mér finnst þetta oft svona erfiðu fasi og þarna fer maður líka í gegnum alls konar stig, þú veist, þarna fer maður líka svona, er þetta nógu gott, verður þetta eitthvað, er þetta ekki of langdreið, þú veist, þarna fer maður svona, fer ég oft í svona vannmat á verkefninu sem mjög fyndið, en líka svona bara, ég get oft ekki sofið, ég bara svona, út af því að það svo mikið að gerist hausna með mér, þannig að, en þú veist, og oftast vinn ég þessa vinnu heima. Það nefnilega svo skrítið, já. Okay. Ég þarf bara svona að vera alveg í friði og hafa kertaljós og já, og svo svona þegar ég er komin lengra, þá get ég svona fært mig niður á RÚV og kannski farið í einhverja klippitölvu þar en ég þarf svona rosa mikinn frið í þessu öllu, svona bara. Og færði það alveg fyrir 4 börnum? Nei, það náttúrulega þau eru bara í skólanum. Já. Þannig að þá ég bara, þú veist, heima, en oft líka bara, þú veist, vinn ég svolítið fram á nótt og mér finnst það, þú veist, þegar ég er að gera þetta, þá finnst mér það alveg rosalega þægilegt. Það bara svona alveg hljótt húsið, göturnar, auðar, þá einhvern veginn svona finnst mér, og svo líka ofta þetta bara svona eins og maður þurfa að losa eitthvað úr hausnum. Það eitthvað svona alltaf gerast og maður þarf bara svona að leggja þetta niður á línuna og og ég mér svolítið oft farið upp og verið að fara að sofa og svo ég bara byrja bara textinn að skrifast þar sem ég ætla að döppa og ég bara hleyp niður og skrifa hann. Ég nota alltaf voice memo. Já, einmitt, ég get ekki gert það að vekja haug minn hann að hliðina mér, en já, þannig að þetta svona tímabili þegar ég fer ekki að sofa klukkan 10 á kvöldin. Þá ég svolítið svona í þessum fasa. Nei, og svo fara svolítið svona, eins og núna í Takk Vigdís, svo fara svolítið svona töfrirnar að gerast að maður er búin að leggja sögunir á línu og Ragga sem gerir þetta með mér, hún fyrir að, þú veist, botna þetta með alls konar einhverju juicy myndefni og finna til á safninu og þú veist, maður er hringjandi út allan bæ og leita að ljósmyndum og veist, það svona skemmtilegi, þú veist, þá maður fann að hafa svona trú á þessu og það svona skemmtilegi parturinn af verkefninu, sko. Ertu rosa mikið í flæði þegar þú ert að vinna? Það hljómar þannig? Já, alveg mjög, sko. Geggjað. Og bara, og þú veist, og Ragga er búin að gera mikið grín að mér út af því að það skiptir mig líka svo miklu máli hvernig tónlistin er. Þannig að þú veist, ég er oft áður en ég klippi ykkur á senu, þá er ég búin að finna lagið sem ég ætla að hafa undir senunni. Þannig ég klippi oft senuna sko út frá tónlistinni. Og ég klippi svolítið öðruvísi heldur en margir held ég, vegna þess að ég klippi líka oft út frá bara látbragði fólks. Þú veist, bara það að einhver andvarpar eða hvernig hann, þú veist, bara augun, þú veist, fyllast af, já, vökva þegar hann segir frá þessu. Þú veist, ég nota kannski frekar þátöku heldur en þannig alveg spot on í textunum eða, þú veist, eitthvað þannig, sko. Þannig að eins og sumir klippa til dæmis út frá skriftuðu handriti, sem það var búið að skrifa allt sem var sagt upp á blað og svo bara ákvæður út frá því. Það er eitthvað sem ég geti aldrei gert. Þú veist, ég er einhvern veginn alltaf að horfa eftir einhverju sérstöku þegar ég er að velja niður á tímalínuna, sko. Þannig að en mér finnst þetta ótrúlega skemmtilegt og ég væri alveg til í að vinna bara sem klippari, sko. Ég geti alveg hugsað með það. Kannski endur bara þar. Það geti alveg vel verið, sko. En þetta hljóma bara eins og listaverk. Þú ert algjör listamaður. Í mér líður stundum eins og ég sé pínu að gera listaverk, allan bara fyrir mig sjálfa. Ég veit ekkert hvort annað fólk upplifir það. En þú veist, mér finnst þetta svona allt þetta púsla svona í eina heild og þú veist, ég held að fólk átti sig oft ekkert á því. Það eru svo mikla pælingar á bak við bara, þú veist, bara
þú veist bara eitthvað, nei, það má ekki feita svona hratt í svart, og þú veist, hérna vantar 2 sekundu bríðir bara, og þú veist, þetta er eitthvað svona sem að fólk tekur ekkert eftir þegar það horfir, en þú veist, þetta er samt eitthvað svona heildin og áferðin og flæðið einhvern veginn verður rétt. Ég veit ekki hvort að ég sé komin í allt og tænilegar upplýsingar. Þannig að ef þú ert að horfa á bara þætti sem að aðrir gerðu, ert þú þá kannski að horfa á... Ég er hræðilegu gagnrýnandi og ég tek vanalega svona, þú veist, hálftíma símtal á vinkonum mína, Sigrún Ósk Kristjánsdóttur, sem er nýhætt hjá Sýn, en hérna hefur verið í Dagskrárgerð líka, og ég bara, ok, getum við aðeins krufið þennan þá. Bara hvað voru þau að pæla með þetta og hitt, og svo vantar náttúrulega algjörlega, þú veist, ég ætla bara, en þú veist, okkur finnst þetta bara svo gaman, við erum bara svona, hérna, okkur finnst svo gaman að pæla í hvaða leiðir eru farnar í Dagskrárgerð og þú veist, og við erum oft bara, höfum oft verið bara henda á milli, bara ég er að fara að gera þessa senu, hvað finnst þér, og ættum maður að nálgast þetta svona, og það er ótrúlega dýrmætt að hafa svona vinkonu sem að nennir að tala þessa hluti við mann, og skilur. Sko. Já, hún er líka æðisleg, hún er svo góð með texta, þannig ég líka oft hendi á hana bara eitthvað, hvernig finnst þér þetta, þú veist, hvernig finnst þér þessi texti, ég myndi frekar nota þetta, ok, takk, þú veist, eitthvað svona, og þetta er svolítið svona einkennandi fyrir, sem sagt, vinahópinn minn, við erum svolítið mikið allar einhvern veginn að spegla verkefnin okkar í hver annari, og það er svo geggjað og svo gaman, geta einhvern veginn leitað eftir endurgjöf hjá hver annari og fengið aðstoð þegar þarf og eitthvað svona, mjög skemmtilegt. En gaman. Ég heyri að þú ert algjörlega á réttri hillu. Það vantar ekki, sko. Já, mér finnst alltaf rosalega gaman í vinnunni, og það eru líka bara, það er ekkert sjálfsagt. Eftir 20 ári í þessu starfi, það er ekkert sjálfsagt að vera enda með kíkl í maganum yfir, þú veist, að nálgast eitthvað nýtt viðfangsefni eða, þú veist, hugsa með einhverja grafík eða eitthvað, þú veist, ég iða alveg í skinnunum bara, þú veist, mér finnst þetta svo skemmtilegt, en ég veit alveg líka, ég hef verið ótrúlega heppin að fá að gera mínar hugmyndir, ég hef fengið að gera það sem að, þú veist, ég vil gera, og það er náttúrulega bara, þú veist, náttúrulega bara fyrir yfirmaðurinn minn Skarpi, þú veist, bara ég er ótrúlega þakklátt fyrir það að hann treysti mér og leyfði mér að gera það sem að, þú veist, mér langaði. Þá einhvern veginn held ég að maður fái líka svolítið að blómstra. Hefur alveg fengið verkefni með þú bara, nei, þetta henda mér ekki? Ég hef alveg verið beðin þannig verkefni. Og ég hef alveg, þú veist, sagt bara, þú veist, ég held þetta sé bara ekki rétta verkefni fyrir mig, vegna þess að ég held að hún getur bara fundið eitthvað betri í þetta, sko. Þannig að, og ég held að sé líka bara að, þú veist, maður það líka vita bara sín takmörk, sko. Ég er ekki góð í öllu, bara alls ekki, þú veist. En mér finnst ég ágætt í sumu og þá reyni ég einhvern veginn að næra það. En núna þegar þú ert búin með svona risaverkefni eins og þetta, hvernig líður þið þá? Sko, ég verð alveg að viðurkenna að sko núna bara þegar ég er svona loka sprettinum að klára svona verkefni, þá finnst mér oft dálítið erfitt að vera bara, þú veist, mamma og eiginkona, út af því ég er svo rosalega heltekin af þessu. Þú veist, ég er bara alltaf að hugsa um þetta og ég er bara laga hvort einu smáatriði og ég er alltaf að hugsa líka bara eitthvað, þú veist, markaðsdæmi og hvernig get ég vakið athygli á þessu, verið í samskiptum við viðmælandinn mína, halda þeim upplýstum, þú veist, oft er þetta líka auðvitað þannig, þú veist, svo ég veit þessi, við tókum yfir 50 viðtöl, aðeins 40 er í þættinum, þú veist, þá er mér líka útskýra fyrir fólki, það stóðu sér allir vel, en eins og ég sagði, stundum er þetta bara hvernig þetta leggst niður á línuna. Ég vantaði bara, ég fór ekki með söguna í þessa átt, þú veist, ég fór frekar þangað og þá vantaði mig þetta og þú veist, allt þetta. Þannig að ég verð svolítið svona, einmitt, svona alveg í lokasprettunum, þá er ég oft svona alveg bara eitthvað svona, finnst mér bara oft erfitt að vera eitthvað einbitna mér að bara eitthvað, það er bleikidagurinn í skólanum, jæja krakka mínir, þú veist, ég er bara eitthvað svona, Haukur, getur þú bara séð um að bleikadag? Þú veist, maður er svolítið svona, en það er líka bara, þú veist, maður þarf líka bara að leyfa sig það, maður er bara að klára eitthvað törn. Og svo auðvitað kemur bara svolítið, þú veist, ég þarf alveg að hvíla mig eftir svona, þú veist, maður þarf bara líka, þú veist, ég get ekkert bara farið daginn eftir Vigdísi bara á mánudaginn bara, jæja, þá byrja ég nýrri seríu, þú veist, ég þarf bara að leyfa mér að fá okkur hugmynd og ég þarf bara hvað langar mig að gera næst, hvað, þú veist, hef ég að segja, hvað, þú veist, og já, ég held að það sé bara mikilvægt að maður, þú veist, fái bæði að gera það og hérna, og svona aðeins að púsla sér saman
og þetta líka einhvern veginn orðið þannig þegar maður með svona seríur, að það svolítið að gefa sjálfur sér, eins og bara mæti eitthvað svona viðtöl og allt þetta, þú veist, og það tekur alveg sinn toll líka, þú veist, mig langar ekkert endilega að vera bara eitthvað í mokkanum og, þú veist, að posta á Instagramið mitt og, þú veist, en maður bara eitthvað, en ég vil allir sjá hana þátt, skilju, þannig að maður bara svona, en já, þannig að þetta svona, já, þetta bara eitthvað svona tímabil. Já. En alltaf komin einhver hugmynd, eitthvað fræ í kollin, hvað þið langar að gera næst? Eða ertu stundum bara alveg autt blað eftir svona stórt verkefni? Sko, ég oftast með alveg svona nokkrar hugmyndir, þú veist, og svo bara svona hvenær tími fyrir þær. Og þú veist, núna ég alveg með, þú veist, já, 2 hugmyndir sem ég langar að fara að gera. Ég ekki tilbúin að hella mér út í þær í næstu viku. Þú veist, ég þarf alveg bara svona aðeins að fara í eitthvað svona heimildaöflun og þetta þáttaröð eða hvað þetta, skilur, 1 þáttur eða hvað, þú veist, eitthvað, allt þetta. Og en já, sem betur fer, þá hef ég ekki lent í ykkur svona bara eitthvað, ég ekki með neina hugmynd, þú veist, ég hef ekki lent í eitthvað þannig. Þannig að já. Það er náttúrulega forréttindi, sko, ég finn það einmitt eins og með hlaðvarpið, fólk bara eitthvað, ertu alltaf með endalausar hugmyndir og endalaust fólk? Og ég segi, ég ekki að ljúga, en ég með 100 manns á lista ennþá, sem ég langar að tala við, annarkvort viðfangsefni eða við mælendur. Þú veist, það er bara 60 það næstu ár, skilur við, þessi bara geggjað að hafa eitthvað svona. Svo náttúrulega bara tekur oft eitthvað sem gerist, tekur bara stefnubreitingu allt í einu og einhver sem var ekki á listanum bara allt í einu kominn. En það er líka bara ótrúlega gaman. Algjörlega. Eitthvað stein, sko. En að því að þetta hlaðvarp snýst nú heilsu og svona að vera með lífið í lúkunum og bera ábyrgð á sér sem ég heyri að þú ert mjög, bara hefur gert frá því þú varst lítil. En hvað myndið þú segja að heilsa væri fyrir þér? Því ég spyr alla sem koma til mig. Hvað er heilsa? Er það ekki bara að bera virðingu fyrir sjálfum sér? Og elska sjálfum sig, þú veist, maður hugsar vel það sem maður elskar og passar upp að það og þá hugsa maður andlega heilsu og líkamlega heilsu og fyrir mér heilsa ekki að vera í einhverju geggjuðu formi með eitthvað 50% eða þú veist, eitthvað svoleiðist, þú veist, það einhvern veginn bara að bara, þú veist, líða vel að vera sáttur í sjálfum sér, sko. Og þú, sko, hugsar vel heilsuna, heyri ég. Þú veist, þú hugsar mikið svefninn og hreyfingu. Hvað gerur þú svona meira til að hugsa heilsuna? Sko, ég reyni líka bara, þú veist, að rækta sambandi við fólk sem mér líður vel í kringum. Fólk sem ég veit hvar ég hef, sem kannski ekki, ég fattar bara eitthvað, notfæra sér mig fyrir eitthvað annað. Og og bara einhvern veginn gera eitthvað skemmtilegt með vinum mínum og leyfa mér líka stundum bara að gera ekki neitt og þú veist, borða hollan og góðan mat. Ég hef náttúrulega aldrei drukkið eða reykt, þú veist, þannig að ég held þetta sé samt pínu líka bara samt svona einhver lífstíl. Eða þú veist, ég ekkert eitthvað, nú þarf ég að hugsa heilsuna þessa viku. Þú gerir þetta bara? Já. Ég hef aldrei eitthvað farið eitthvað heilsuátak eða neitt. Mér finnst ég stundum svona þegar fólk bara eitthvað hefur prófað alls konar kúra og eitthvað. Ég hef aldrei farið á neitt kúr, bara aldrei. Ég bara eitthvað svona alltaf reynd að vera bara í miðunni. Já, og það er líka það besta. Já. Þannig að mér líður eiginlega bara best þannig, sko. Já. Það allt í einu rifjaðist upp fyrir mér. Þú hefur alltaf verið rosalega hraust. Það rifjaðist upp fyrir mér. Þú keyptir frá Ísland fyrir mörgum árum. Jesús, Var þá ekki einhver sem bara sagði að þú værir of mössuð? Vöðvastælt? Jú. Mér finnst það svo magna. Við náttúrulega bara feimleikastelpur bara enginn að spá í vöðvamassa á þessum tíma. Já. Og ég held bara, þú veist, ég hef bara alltaf verið í íþróttum og alltaf, ég hef alltaf verið bara sterk. Það er bara örugglega eitthvað genatengt líka, sko. Og ég bara, mér finnst bara geggjað að stelpur séu sterkar. Já, geggjað. Og þú tókst nú ekki bara þátt, þú vannst. Já. Er það ekki? Jú, ég Keppnismanneskjan. Já. Þetta svona kannski það sem ég svona kannski ekkert eitthvað rosa stolt af þessu. Það langar ekki að tala um þetta? Nei, þú veist, jú, mér finnst alltaf leið, þetta bara skilur hluti að, þú veist, minni vegferð og eitthvað, en
veist, þetta er bara svo fyndið vegna þess að, þú veist, það er ekkert eitthvað að leggja á sig í þessu, eða þú veist, þetta er bara eitthvað svona ólíkt öllu öðru sem ég hef gert, þar sem ég hef, þú veist, verið með eitthvað svona, já, eitthvað svona plan og gera þetta svona og þú veist, þetta er bara svona eitthvað þarna, ég var bara þarna og þetta bara gerðist og þetta var bara eitthvað á þessum tíma var þetta bara, margir fór í fegurðarsamkeppnir og hérna, þú veist, ég hafði aldrei bara einu sinni sagt börnunum mínu frá þessu, ég fattaði ekki. Svo einu sinni kom bara sonur minn heim, bara mamma, varst þú einu sinni eitthvað prinsessa? Þá hafði þau eitthvað verið í skólanum greinilega, eitthvað að læra á internetið eða eitthvað. Hann bara skildi ekki upp í niður í neinu. Þú með kórunu og borða. Já, þá sá hann eitthvað að mynda mig með kórunu og borða og ég er svona, já, ég þarf eitthvað aðeins að útskýra þetta. Já. Þannig að já, þú veist, en bara ekkert sem ég skammast mín fyrir, sko. Það þetta var bara skemmtilegu tími og færði mér örugglega eitthvað tækifæri líka. En þú hefur líka sagst vera típa sem þurfur alltaf að taka alla leið. Finnst þér það kostur eða galli eða bæði? Fer örugglega eftir hvern þú spyrð. Sko, mér finnst það vera kostur fyrir mig vegna þess að bæði bara finnst mér líða betur þegar ég bara tek alla leið. Það er bara svona minn karakter að gera það. Auðvitað er það, þú veist, kannski ókostur út af því að ég held að það sé alveg stundum pínu, þú veist, þreytandi að vinna með mér út af því ég er ótrúlega svona, bara með svona sterka sýn á það sem ég er að gera. En, já, og auðvitað bara, þú veist, kannski er ég oft með þá mörg verkefni í fanginu sem er alveg lýjandi og eitthvað. En ég veit það ekki, ég upplifi þetta samt bara sem kost, sko. Það er aðalatrið. Já, ég er svolítið svona þar bara að vilja gera færri hluti og ná að gera það vel. Það er svona það sem henta mér, sko. Þannig að, já. Er eitthvað sem að fáir vita um þig? Ég er ekki góð að elda. En samt segja vinir minni í þessu stundum að gera oflítið úr mér, en ég held að sé, sko, það eru margir í vinahópnum minni sem er alveg rosa góðir að elda og eru svona bara einhvern veginn með þetta í sér. Fattarðu? Ég er ekki svona með þetta í mér. Ég er ekki bara eitthvað svona, það vantar þetta og hitt og eitthvað svona. Og ég er ekkert mikil matmanneskja. Ég er svolítið bara svona borða bara til að lifa af. Þú veist, ég er bara eitthvað, ég ger ekkert eitthvað brjálaðar kröfur. Þú veist, mér langar ógeðslega að vera hinsegin, mér langar ógeðslega að vera ekki eitthvað svona matgæðingur og bara eitthvað, er þetta truflu majónes eða eitthvað. En þú veist, ég er bara svolítið svona, bara, já, bara, þú veist, ég borða bara, þú veist, mér er gaman að borða góðan mat, en ég er ekkert eitthvað bara, já, ég er ekkert eitthvað ógeðslega flink að eldan. Ég er mjög óþolinmóð, sem er held ég alveg stundum svolítið þreytandi, sko. Svona, mér finnst svolítið einmitt allt þurfa að gerast 1, 2 og 3. Vinnunni og heima, eða? Já, bara svona bæði. Get náttúrulega verið alveg bölvaða tíðari, sko. Eins og bara örugglega margir. En já, svo er ég léleg í fótbolta. En góð í körfubolta á Femró? Já, allan var góð í körfu, sko. Ég veit ekki alveg hvort ég sé það eitthvað ennþá. Getur ennþá staðið að hendum? Sko, veistu það er svo skrítið eftir ég eignast tvíburana mína. Ég var nefnilega var oft í svona fullorðinsfimleikum. Fór í svona fullorðinsfimleika eftir ég eignast tvíburana mína. Já. Og það er eins og svona einhverju kristallar í eyranu hjá mér hafi losnað eitthvað. Ég fæ svona svakalegan svima. Og bara, ég fór í kollnís og ég ældi næstu því. Og meira þess að lenti í því, ég fór með dóttur mína, við fórum til New York fyrir 2 árum. Og fórum í bátsferð og vorum líka á hóteli þar sem við vorum á eitthvað 30. hæð, þannig að við vorum oft í svona lyftu og svona upplifum svona eins og pínu svona eitthvað svona þyngdarleysi eða hvað maður kallar það. Og ég var í margar vikur að jafna mig. Ég var svo dizzy og út af svona kristallarugli í eyrunum með mér. Þannig að ég get í miður mjög lítið, þó ég myndi alveg treysta mér að í það líkamlega, en þá bara bara fæ ég svo mikið svima. Já. Það á að vera hægt að laga það. Já, með svona æfingum. Já. Við reyndum það, sko, en það allan gekk ekki upp. En já, þannig ég er ekki mikið að fara flikkflakk núna. En Haukur skellir sér stundum heljarstökk út á trampolíninu okkar. Ég er alltaf með andan á lofti.
Gott að maður heldur sig ungu með því að leika sér. Já, algjörlega. Myndi ég segja. En svona að lokum, þá langaði mér nú bara að spyrja þig út í, ég sá nefnilega, að því við ætlaðum að hittast fyrir svolítið lengur, að þú fórst til Egyptalands í fjölskyldan. Já, einmitt. Var það ekki ótrúlega upplifun? Það var æðislegt. Við fórum í síðustu páska. Já, það var páska. Já. Og þetta var eiginlega svolítið krúttið vegna þess að tvíburarnir okkar þá langaði svo að sjá píramítana. Þannig að við bara byrjuðum að skoða þetta og já, fórum og skoðum píramítana og fórum á egypska safnið og vorum svo aðeins líka í Hurghada og það var bara mjög skemmtilegt. Já. Fannst ykkur eitthvað menningasjokk? Var það heyrt svo misjafna sögur? Nei, við höfum alveg ferðast víða, ég og Haukur allan að ég upplifði ekki beint sem svona menningasjokk. Krökkunum fannst þetta mjög framandi og töluðum mikið bara bæði í Kaíró, bara umferðina og bara auðvitað að sjá sumstaðar bara, börn sitjandi út á götu og betla og eitthvað svona og þannig að þeim fannst þetta mjög, mjög framandi. En mér finnst líka bara mikilvægt að sýna börnunum þetta. Það er ekki bara til tenni eða eitthvað, ef maður getur. En þannig að þetta var bara ótrúlega skemmtileg ferð. En hvað þá framundan hjá Ragnhildi Steininni? Já, það er mjög góð spurning. Það er svona aðeins óljóst hvaða verkefni ég fer í beint núna á eftir Vigdísi. En svo ég að fara núna, eftir áramót ég að fara í tökur á seríu 2 á gamansaldri. Það verður sýnt næsta haust og þannig að það er allan svona það sem er komið á teikniborðið. Og bara hvet fólk ef það þekkir eitthvað á gamansaldri sem er áhugaverður einstaklingur og ætti að búa til þáttum, það má bara endilega senda mig línu. Sendum það út í kosmosin. Já, en það er allan svona það sem er, svo þarf ég reyndar að fara í framkvæmdir á heimilinu mínu og klára eitthvað leka í eldhúsinu eða laki yfir allt gólfið og ég er búin að vera gólfefnalaus í nokkra mánuði því ég hef ekki haft tími að skipta parkett. Þannig að ég er ekki að klára það svona í næsta mánuði. Þegar þú ert farin að fara að sofa klukkan 10 og það hefur meiri tíma. Já, algjörlega. Ok, en einhver svona heilræði fyrir hlustendur? Mér langar eiginlega bara að segja ekki vera hrædd við að gera mistök. Vegna þess að ég hef örugglega sagt þetta áður, en þegar maður fer að lifa lífinu á þann hátt að maður ætlar að forðast að gera mistök, sleppa ykkur út af því að gæti mistekist, þá verður lífið svolítið litlaust. Það er betra að skjóta 10 sinnum á markið og hitta kannski einu sinni í staðinn fyrir að skjóta aldrei á markið. Þá er engin sens á að hitta. Þannig að það er svona kannski það sem er dettur í hug. Já, það er fallegt. En ég er með smá áður en ég kveði þig. Ég er með nokkra samstarfsaðila. Og Spíran er einn af samstarfsaðilum mínum. Ég veit ekki hvort þú hefur farið þangað. Já, það er mæli ég með heilsusalati Heilsuöllu. Geggjað. Sem er á matselnum. Og svo er það Virkja, Markþjálfunarskóli og þín fegurðsnyrtistofa. Og síðan er Heilsuhillan og þeir ætla að gefa þér pakka. Í alvöru? Stút fullan af... Kemur sér vel, heyrðu, alls konar, oh my god, vítamín og, Better You, vítamín D3, Þetta er nauðsynlegt núna þegar veturinn er að skella. Heyrðu, og þetta, hair volume, já, ég þarf nú að prófa þetta, geggjað, æðislegt. Takk hérlega fyrir mig, Heilsuhillan. Já, bara, verður þeirra góð, segi ég, fyrir hönd þeirra, sko. Og ég nota rosa mikið Nutrileng sem er með, Heilsuhillan er með og það er akkurat heilsuvara mánaðarins. Ég ætla að hvetja fólk til að taka þátt í leik sem er á Instagraminu mínu, Heilsuhillan, sem er gjafaleikur frá Nutrileng. Get kíkt á það allan. Æðislegt. Takk fyrir. Takk þér fyrir að gefa tíma. Takk fyrir, gott að þetta gekk upp hjá okkur. Og þetta var bara svona meant to be. Við bara óvænt heyrðust í gær og bara eftir kemst á morgun. Já, nákvæmlega. Svona átt að vera. Algjörlega. Ég trúi því. Allt gerist af ástæðu. Já. Ég er bara algjörlega það, sko. Samanlega. Bara gangið rosa vel með allt sem þú ert að gera og já, takk sömuleiðis. Gangið þér vel. Takk fyrir. Og áður en ég segi takk og bless við ykkur, kæru hlustendur, þá langar mig að segja ykkur frá Facebook-hóp sem heitir bara Með lífið í lúkunum hlaðvarp.
Og ég hvet alla sem eru áhugasamir á því að fylgjast með á bakvið tjöldin að finna Facebook-hópinn og vera þátttakendur í þeim hóp. Þar setjið stundum þættina inn örlítið fyrr og líka læti ykkur vita svona hvað framundan, hver ég nýbúin að spjalla við. Stundum setjið inn óska ég eftir spurningum og þar getið þið líka sett inn ef það eitthvað sérstakt sem að þið viljið heyra eða einhvern sérstakann sem þið viljið ræða við. Og svo náttúrulega auðvitað mjög gott ef að allir skella í eitt follow, hvort sem það á Spotify, Apple Podcast eða þar sem þeir að hlusta, því það gerir þáttinn sýnilegri. Og ekki væri nú verra ef allir myndu segja einhverjum einum frá hlaðvarpinu með lífið í lúkunum í dag. Ég ykkur afar þakklátt. En þangað til næst hafið það alveg svakalega gott.